Í Nesjum í Hornafirði, 7 km vestan við Höfn, að finna Seljavelli, þar sem 2 bú eru starfandi. Á öðrum bænum búa þau Hjalti Egilsson og Birna Jensdóttir, en að þessu sinni kíktum við í heimsókn á hinn bæinn, þar sem Elín Oddleifsdóttir og Eiríkur Egilsson stunda búskap. Eiríkur uppalinn á Seljavöllum og hefur búið þar alla tíð. Hann tók við búinu ásamt bróður sínum árið 1979 eftir að faðir þeirra var kjörinn á Alþingi. Bræðurnir bjuggu í félagsbúið fyrst sinn, en eftir 20 ára samstarf skiptu þau búinu upp. Þetta alveg sjálfstæðar einingar, 2 sjálfstæðar einingar. Allar eignirnar eru í raun og veru sér. Við eigum 1 traktor saman, af því að við erum hérna með 5 traktor á bænum og við lánum það svona sitt á hvað. Og þessi 5. traktor, við kjósum að kalla hann Samúel, af því að hann í sameign. Eiríkur hefur aldrei unnið hjá öðrum en sjálfum sér, eða eins og hann sjálfur orðar það, aldrei gerst svo frægur að hafa fengið launaseðil. Elín Oddleifsdóttir, sem líffræðingur að mennt, fædd og uppalinn á Haukholtum í Hrunamannahreppi. Leiðir hennar lágu þó á Suðausturlandið, þar sem hún hefur stundað búskap á Seljavöllum síðan árið 1990. Og hvað var til þess að þú komst hingað á Seljavöll? Já, ég var svo skotin í Eiríki. Nei, ég byrjaði semst á því að koma sem kennari hér í Nesjaskóla. Kenndi þar 1 vetur. Mér dreymdi alltaf að verða bóndi. Það var alltaf eitthvað sem mig langaði að gera. Ég reyndar, þegar ég fór í líffræðina þá var ég mikið að hugsa að taka dýralækningar, en þetta var fyrir valinu. En hvers konar búskapur stundaður á Seljavöll? Það náttúrulega þessi mjólkurframleiðsla og nautakjötsframleiðsla. Við höfum verið dálítið í því að vinna kjötið hér heima á bænum, sem sagt nautakjötið. Við höfum lagt kýrnar inn. Þetta hefur svona verið svolítið árstíðaskipt hjá okkur hvað við höfum unnið mikið. Þessu áru erum við að vinna aðeins minna vegna þess að við höfum verið að svona einblína svolítið á mjólkurframleiðsluna. Hvernig byrjar dagurinn á búinu? Við förum náttúrulega í fjósið fyrst, svona 7-leytið á morgnana, og þá að skafa básana og bera undir og taka þær kýr sem að róbotinn mjólkar ekki sjálfur, kvígur og svona sem að aðlagast, og gefa nautunum og svona. Ég nú svona meira í mjöltunum og eftirliti með þeim og kúnum, og hann þá aftur frekar í gjöfum og síðan í fóðuröfluninni og þess háttar. Og ég sé þá svona þessa skýrsluvinnu og pappisvinnu og þetta skemmtilega. Það ekki mikil verkaskipti að öðru leyti. Við vinnum þetta mjög sameiginlega frá degi til dags. Á búi þeirra Elínar og Eiríks hátæknifjós sem þau byggðu árið 2005. En áður var aðstæðan talsvert öðruvísi. Við vorum bara rörmjaltakerfi í þessu 26 kW fjósi. Frá 2003 til 2005 að þá höfðum við reitt fjárhúsinu í legubásafjós, þá rákum við alltaf á milli 20 kýr. Þannig að við mjólkuðum fyrst allar sem voru þar og rákum þær svo út og nýjar inn og mjólkuðum aftur á sömu básum. Þannig að það var búið að vera mikil vinna í því og í rauninni þannig að við urðum alltaf að vera bæði í fjósaverkum. Og helst að hafa með okkur 1 krakka líka. Við hefum ekki ennst í þessu með því að vera bara í gamla fjósinu. Við slepptum alveg mjaltabásstiginu eins og margir tóku, sko. Síðan þegar við komum í þetta fjósa þá breytist vinnan mjög mikið. Hún var líkamlega miklu léttari. Og hún frjálsari þannig að þú þarft ekki að mæta klukkan þetta akkurat í fjósið. Kvölds og morgna, þó að við höldum nú þeirri rútínu mikið að fara alltaf og fylgjast með, bara því kýrnar eru vanafastar og við líka. Og við erum voða mikið í fjósun að líta eftir, en þetta miklu léttari vinna og svo náttúrulega líður kúnum margfalt betur. Það var mesta breytingi fyrir þær. Því að þær eru náttúrulega að rölta sér og þær stjórna alveg ferðinni. Það er eiginlega notalegt að sjá hvað þeim líður vel. Man finna það sérstaklega eftir að mann fá róbótana hvernig bara skrokkurinn, hvernig hann verður miklu betri þegar mann ætti að bera þessi mjaltatæki á hverjum degi, sko. Mann ekki með þetta á herðunum í 40 ár eða svoleiðis. Mesta breytingin var fyrir kýrnar þegar þær komist í þetta nýja umhverfi. Þá fóru þær að fara oftar í mjaltir og þær fóru að mjólka meira.
Nú síðan náttúrulega þessi mjaltatekni að þetta alltaf sömu vinnubröðin. Hann aldrei syfjaður og úrullur á morgnana og nennir þess ekki eitthvað slíkt. Hann vinnur sitt verk alveg sama hvort það var þorrablót í gærkvöldið ekki sko. Það urðu algjör umskipti í júgur heilbrigði við að koma í þetta fjós. Fyrst og síðast náttúrulega það spenastig eru eiginlega óþekkt. Það voru stundum að stíga á sig þegar voru brölta við að standa upp. Og þá var náttúrulega júgubólgan skammt undan ef að komið var sár. Þannig að pensilínnótkun hefur alveg hrapað sko. Það náttúrulega eitt af því sem gerir vinnuna mikið léttari. Hvernig virkar svona róbot? Heyrðu, það sem sagt, hver kýr með hálsband og á hálsbandinu svona tölvukubbur og þar eru upplýsingar hvaða einstaklingu þetta hvað hún á að fá mikið fóður og hennar ferli í fjósinu. Sko þegar hún kemur fyrst, þegar kvíga á sem fyrsta kálf, þá þarf maður að kenna honum á spenastöðuna. Þá maður með svona bara stýripinna eins og í tölvuleikjum og færir arminn að spenunum og staðfestir. Þannig að hann veit að þessi kýr, nú með þetta, að hennar spenastaða cirka svona. Hann geymir alltaf síðustu stöðu þannig að þegar stálminn minnkar að þá færir hann sig. En ef að það verða einhverja svona mikla breytingar, þá getur maður þurft að kenna á hann aftur. Maður getur tekið þessa sjálfvirkni af. Þú getur stoppað arminn og látið hann bara bíða svona og gert þetta í rauninni með höndunum. Nú síðan bara þetta í rauninni svo önnum mjaltavél að þetta fer bara í endaeiningu og dælt fram í tank eftir hverja kú. 390 mínútum eftir hún mjólkuð þá fær hún aftur heimild eins og við kallum það. En þær voru ótrúlega fljótar að læra á þetta. Við áttum ekki vona því að þetta gengi svona hratt fyrir sig. Já, margt býr nú í kýrhausnum, en þá mjöldum yfir í fóðrun. Nú við reynum að nota mest heimafengi fóður. 2011 þá fengum okkur hennan heilfóðurblandara og þá gafst okkur gott tækifæri til að nýta úrgangskartöflur sem að falla til hérna hjá Hjalta mági mínum og eins í Akurnesi, frændfólkinu þar. Og síðan ræktum við korn, aðeins fóðurnæpur líka. Síldarmjöl náttúrulega hér á Höfn, við erum líka með aðeins repjumjöl, samanveita líka. Hjalti mágur hann með pressu sem að pressa repjufræið og við fáum hratið og hann ólíuna. Þessu blöndum við saman í fóðrið, sem sagt í hegi sem við náttúrulega öflum sjálf á sumrin. Og finnst kúnum þetta gott fóður? Já, þær eru mjög sólgnar í þetta. Óþarlega sólgnar því þeim finnst þetta betur en fóðurbætinin sem á að lokka inn í róbótan. Þau á Seljavöllum eru búin að koma sér upp stóru búi með góðri aðstöðu. En hvernig að vera bóndi í dag? Það alltaf gott að vera bóndi. Það eru ákveðin forréttindi sem felast í því að vera bóndi. Það bara ágætt. Það allavega mjög gaman og þetta svona skemmtilegt og lifandi starf og krefjandi. Ef það gott þá gott að vera bóndi. Auðvitað starfið bindandi og maður þurfa að hugsa náttúrulega vel þetta þannig að þetta gangi. En það eru forréttindi til dæmis að geta alið börnin upp í sveit og það svo margt jákvætt við það. Afkoman, hún hefur oft verið betri í landbúnaðinum og bændur ekki að njóta þess ávinnings og þess uppgangs sem í þjóðfélaginu, ekki bændur í hefðbundnum greinum. Það kannski það sem menn þurfa aðeins að velta fyrir sér samkeppnishæfni landbúnaðarins. Menn lifa ekki á rómatíkin einnig saman. Og á þessum orðum endum við heimsókn okkar á Seljavelli.